Nú ætlum við aðeins að skoða mælikvarða. Mælikvarðar eru settir upp sem eins og til dæmis 1 á móti 2 eða 3 á móti 1. Þetta er í raun sett upp eins og almennt brot og við snúum því svona. Það er að segja, þetta hér er það sama og hálfur, á meðan þetta er það sama og 3 á móti 1 sem er sama og 3. Þar af leiðandi, fyrst að þetta er hálfur, þá er þetta minni en 1. Svona mælikvarði minnkar. Á meðan svona mælikvarði stækkar. Þetta er pínuflókið en ég ætla að sýna ykkur nokkur dæmi hvernig við notum þetta. Teiknaðu aðra mynd í mælikvarðunum fyrst 1 á móti 2. Þá vitum við að þetta á að vera í mælikvarðunum hálfur. Þannig að ég á, af því að þetta er jafnt og hálfur, ég á að í raun margfalda með fyrri tölunni en deila með þeirri seinni. Að margfalda með 1 breytir engu, þannig að ég þarf bara að deila með 2. Og þá teikna ég aðra mynd sem að er, og nú verður þetta nú seint alveg nákvæmlega rétt hjá mér, en það skiptir það ekki öllu máli. Þetta er þá 1,5, 2,5 og 2. Þetta eru hlutföllin og þessar myndir eru eins laga. En ef ég nota hérna seinni mælikvarðan, þá margfaldi ég með þessu og deili með þessu. Ég margfaldi alltaf með fyrri tölun og deili með seinni myndinni. Sinnum 3 deilt með 1, deili með 1 breytir engu, þannig að það er nóg fyrir mig að gera bara sinnum 3. Og þá verður þessi mynd þrefalt stærri, þetta verður 12, 9 og 15. Skiptir öllu máli, er ég að stækka eða minnka? Er brotið sem ég fæ stærri eða minni en 1? Myndin eru einslaga, fyndu A. Fyrst þær eru einslaga, þá er þetta í sama mælikvarða og þá þarf ég bara að finna einhverjar samsvarandi hliðar. Hér og hér veit ég bara aðra. Hér veit ég hvoruga, hér veit ég hvoruga, en hér veit ég báðar. Og hvað er þessi mörgu sinnum stærri en þessi? Jú, hún er 2 sinnum stærri. Ég á að finna þessa, veit ég hliðin á móti? Já, og fyrst að þessi er 2-falt stærri en þessi, þá er talan 8 2-falt stærri en A. Þannig ég þarf bara að gera 8 deilt með 2. A er 4. Módel af bíl er í mælikvarðanum 1 á móti 64. Hvað ætti módel að vera breytt ef frummyndin er 200 cm? Þannig er ég að fara niður. Ég er að minnka úr frummyndinni niður í módelið. Mælikvarðin er minni en 1. 1 á móti 64 er miklu minni en 1. Og þar af leiðandi þá þarf ég að deila. Ég gerir svo þannig, ég margfalda með fyrri tölunni en deili með seinni. Að margfalda með 1 breytir engu. Þannig að ég gerir bara 200 deilt með 64. Út úr því fæ ég svo mikið sem 3,125 cm. En það er svolítið kjánaleg tala. Ég myndi frekar gefa þetta upp sem 31,25 mm. Þið munið það eru 10 mm í centimetrar, þannig að þá færi ég komin 1 sæti. Þetta er svona bara fallegri tala. En þá eru svo lokið.